Þriðji liður á dagskránni aðalskipulag Akureyrar fyrir 2005-2018, tekur til Skarðshlíðar eða íþróttasvæði Skarðshlíð og sömuleiðis í fjórða lið deiliskipulag á sama svæði og við tökum hvorutveggja þessa liði 3 og 4 saman í umræðu en berum þá og afgreiðum þá sitt í hvoru lagi og það bæjarstjóri sem hefur framsögu málið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrri liðurinn fjallar aðalskipulag Akureyrarbæjar og breytingu á því að svæði sem ræðir sem óbyggt svæði norðan Skarðshlíðar verði opið svæði til sérstakra nota. Geta þess í upphafi að þetta svæði hefur löngu verið talið óhæft til byggingar sökum gríðarmikils jarðvegsdýpis. Þannig að það ágætt að nota þetta til þessara nota sem að gert ráð fyrir síðan í deiliskipulagi. Og þetta að fara héðan frá okkur í auglýsingu þetta skipulag og síðan kemur fram í fjórða lið sem deiliskipulag á sama reit að þarna verður skilgreind aðstaða fyrir frjálsar íþróttir, kringlukast, spjótkast og fleira. Og þetta 2 hektara stórt opið svæði sem að liggur mjög nálægt Hörgárbrautin. Það kemur samt sem að vera ekki til með að hafa áhrif á helgunarsvæði Hörgárbrautar sem er 30 metrar frá miðlínu götu. Þetta kemur ekki til með að hafa áhrif á það og það tekið tillit til þess við útfærslu á þessu skipulagi. Og þarna næstu nágrannar nemendagarðar við Háskólann Akureyri Útsteinn og þeir hafa ekki gert athugasemdir við þessa tillögu og heimila það að taka töluverðan hluta af þeirra lóð undir þessa starfsemi. Og aðgangur að búningsaðstoð og fleira það mun vera í félagsheimilinu Hamri, þannig að það fyrst og fremst verið að auka við íþróttaaðstöðu úti við á Þórssvæðinu. Og báðar þessar tillögur að aðalskipulagi og deiliskipulagi hér lagðar fram til auglýsingar og að kalla eftir þá athugasemdum íbúa og nágranna við þessa tillögur. Orðið laust 3. og 4. tölu á dagskránni. Baldvin H. Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég samþykki bara þessa breytingu og líst vel á þetta því að þetta nú bara æfingasvæði en ekki keppnissvæði þá. Það eina sem við þurfum að varast það er að gera þarna einhverja hraðahindrun þannig að fólk hægi á sér við gangbrautina. Það verður nú væntanlega ekki mjög mikil umferð þarna yfir nema á vissum tímum. Því það eru kannski ekki margir í einu að æfa þessi kost. En það eina sem það er þá bara með umferðina þarna og mér sýnist að þarna verði komið gott hlið og göngustígur yfir með einhverjum hraðahindrunum og þetta ætti nú bara að vera besta máltrakk. Orðið laust 3. og 4. tölu. Jóhannes Bjarnason tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það nú í rauninni kannski ekki miklu við þetta að bæta. Ég sjálfur sér mjög ánægður með þessa lausn sem slíka. Hún gerir knattspyrnu hlutann af þessu svæði miklu vænlegri til notkunar. Það var alveg ljóst frá fyrstu tíð að það myndi rekast illa saman hluti frjálsíþróttaæfinga og knattspyrnuiðkun, bæði vegna slysahættu á æfingunum og ekki síður líka bara vegna þess að það svæði sem notað undir slíkar æfingar, það fer oft illa gras, þar að segja, og þess vegna þetta ágætt lausn sem slík. En eins og bæjarfulltrúi Baldur minnst hér áðan að þá svo sem líka kannski galli við þetta að það þarf að fara yfir göttuna og ég tek undir þau orð sem að hann fór með hér áðan að það þarf að huga að umferðaröryggismálum hvað þetta varðar og tengja þessi svæði þannig að öryggi verði fulltryggt. En þetta gerir
sambúðina milli frjálsa íþrótta og knattspyrnu miklu betri því að þarna er búið að taka frá svona þær greinar sem að séð var að myndi skarast milli félagana. Orðið er laust 3. og 4. tölulið. Oddur Helgi Halldórsson, kveður sér ljós. Forseti góða bæjarfulltrúar, já ég alveg sammála þessu og tíminn til kominn bara en ég kom nú aðalega upp til þess að minna bæjarfulltrúa að Skarðlínan 30 km hverfi. Þannig að það ég er ekkert voða hræddur að verði mikið slysahætta á milli, en auðvitað verður fólk að gáfa sér, bæði akandi og gangandi og við verðum að gera það sem í okkar valdi stendur til þess að gera þetta öruggt, en þetta er nú 30 km hverfi. Orðið er laust 3. og 4. tölulið. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og við göngum til afgreiðslu. Hér liggur fyrir í 3. tölulið tillaga skipulagsnefndar það að fyrirliggjandi tillaga verði auglýst og bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Takk fyrir, samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum. Í 4. tölulið liggur sömuleiðis fyrir tillaga auglýsingu frá skipulagsnefnd bæjarstjórnar og bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þá tillögu að gefa merki. Takk fyrir, samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.